Jæja, góðan daginn. Velkomin á þennan fyrsta fund hjá Heimilum Heimsmarkmiða í Hannesholti. Ég ætla að heilsa þeim sem í streyminu líka, þegar við erum að streyma þessu líka. Er það ekki? Þarna. Og bara ef það er einhver sem er að horfa okkur á netinu, þá bara velkomin. Ég heiti Atli Már Steinarsson og er fundarstjóri hjá okkur í dag. Ég myndi segja að mín persónulega reynsla af ábyrgð neytandans sé bara einhvern veginn að reyna að flokka og reyna að átta mig á því hvað ég kaupi og hvernig það er og hvaðan það kemur og reyna að vera einhvern veginn í þessum frumskógi sem það er að lifa í dag. Hjá okkur er eins og fólk sem kannski lifir og hrærist í þessum heimi og er búin að pæla kannski aðeins dýpra í þessu. Áður en við kannski förum lengra þá langar mig til að kynna, það er Áróra Árnadóttir, aðjúnkt við Háskóla Íslands, Guðbjörg Gizurardóttir sem er frumkvöðl og allt múlíhefð varandi neyslu og sjálfbæran lífstíl. Síðan er það Freyr Eyjólfsson sem er verkefnastjóri hringrásar hagkerfis hjá Sorpu. Og það sem að þessi fundur er kannski tilraun til þess að eiga þetta samtal, að reyna að tala saman hlutina. Og það langaði mig svona áður en við kannski byrjum svona á erindum frá hverjum og einu að varpa fram eiginlega spurningum til að byrja með, sem við getum haft í huga meðan við erum að hlusta á þetta. Af því það er kannski erfitt þegar allt er búið að byrja að segja, heyrðu, ok, hvað fannst ykkur og hvað spurningar eru þið með? Því að markmiðið í dag er náttúrulega bara ábyrgð neytandans. Hvar hún byrjar, hvar hún endar og hvort að þessi ábyrgð sé bara yfir höfuð til staðar. Getur neytandinn verið ábyrgur fyrir því sem er í gangi og því sem við einhvern veginn loftslagsvánni eða hamfarahlýnun. Og ég veit fyrir mig persónulega að þá einhvern veginn horfi ég á þetta þannig að ef ég er ekki ábyrgur, af hverju ætti ég þá að gera ráð fyrir að einhver annar sé ábyrgur? Það er kannski skrítið viðhorf, ég veit það ekki, en það er einhvern veginn ástæðan fyrir því að ég reyni að flokka eða reyni að henda í réttar ruslatunnur að það er, ef ég gera það ekki, af hverju ætti þá einhver annar að gera það? Og mér langar kannski bara til þess að þið spyrjið ykkur að því, þá getið þið haft það svona sem fræ í hausnum á okkur, af hverju eru þið að þessu? Þú veist, hvert er markmiðið? Er þetta einhvern veginn okkar eigin samviska? Er þetta bara til þess að við getum lifað einhvern veginn hamingjusömu lífi í þessum heimi? Trúum við á eitthvað stærra? Þú veist, það getur verið alls kyns ástæður en er okkur bara skipað að gera þetta? Er þetta bara eitthvað sem við eigum að gera? Þú veist, það er alls kyns ástæður og engin ein er kannski eitthvað réttari en önnur. En mér langar þetta til þess að svona setja okkur í stellingar fyrir það sem við erum að fara að hlusta á. Með því að svona velta þessu upp strax í byrjun. Síðan getum við bara rætt þetta eftir því sem líður á. Þetta er ekki eitthvað svona ógeðslega alvarlegt hjá okkur í dag. Eða þú veist, við þurfum ekki öll að vera brúnaþung og bara í einhverju svona guð minn góður stemningu. Þetta er alvarlegt umræðefni en ég held að við þurfum líka einhvern veginn að vera svona smá upplitsstjórn og hugsa, ok, við erum hérna og ég vil fyrst líka þakka ykkur fyrir að mæta öllum og þeim sem heima sitja. Og ég meina, augljóslega er ykkur varðar þetta mál. Þið eruð að pæla í þessu og það er bara mjög gott, en við þurfum einhvern veginn góðan daginn, að tala saman
og velta fyrir okkur af hverju við gerum hlutina sem við gerum. Og hvernig kannski við getum einhvern veginn í sameiningu eða samtali, ég veit það ekki, hort eða list eða pælt í einhverjum vandamálum sem við stöndum frammi fyrir. Og þessi fundir eru náttúrulega tilraun til þess að taka þetta eilífa samtal sem við erum alltaf að tala og þá þurfum við að vera opin fyrir því að einhver skoðun heyrist sem að við erum kannski ekki sammála eða eitthvað, en á þess að ræða það þá komumst við hvergi, held ég. En já, ég er að pæla að byrja bara hjá henni Áróru af því að þú ert aðjunkt sem er svona nýja uppáhaldsorðið mitt í íslensku af því að eð og jóð saman, það er ekki oft sem maður lendir í því. Og ég veit ekki hvaðan orðið kemur. Adjunkt, já, einmitt. En þú veist, mér líður eins og sé bara næstu í bein þýðing, sko. Bara adjunkt, bara aðjunkt. Bara ok, við höfum það bara þannig. En mér langar til að þú segir okkur kannski aðeins frá að því að þú hefur verið að pæla í kannski, hvernig ég var árað, samvisku neytandans, eða hvernig hann horfir á sína neyslu þannig. Já, einmitt, ég er svolítið að einblína á kolumnsporið af neyslunni. Eins og þú veitir, þá er allt sem við gerum og allt sem við kaupum með eitthvað kolumnspor. En út frá þá neysludrifni losun frekar en framleiðsludrifni losun. Það er sem sagt að það sem við sjáum oftast í fréttunum er þetta loftslagsbókhald Íslands og allt þetta sem er á beinni ábyrgð okkar, hvað er að gerast innan okkar landamæra. En þarna snúður þetta svolítið við og við skoðum við setjum kolumnspor af vörunni, ekki á framleiðandann, þannig til dæmis ekki á verksmiðjunni í Kína, heldur setjum við á neytandann. En það er þó ekki að segja það að neytandinn sé 100% ábyrgur einn og sér, þú veist, það getur verið samfélagið í heild sinni, þú veist, það er ekki í rauninni að setja ábyrgðina þannig eða ákveða að neytandinn eigi að gera allt í þessu. En að skoða þá þetta kolumnspor í samhengi við það hvað við megum losa mikið áður en að hlýnun verður eitthvað ákveðið. Þá hvert og eitt okkar, eða hvað? Eða bara sem land? Í rauninni já, í lokinu við deilum þessum kolumnskvóta. Hvað má losa mikið, þannig að hlýnun verður 1,5 gráða, tökum öll þessi tonn og deilum niður á jarðarbúa. Já, þannig já, það er í rauninni þá hvert og eitt okkar. Og þú varst, ég las rannsókn eða svona lokaverkefnið þitt. Sem snýrist þau voru að tala við fólk varðandi flug. Já, einmitt. Hvernig fór það fram? Þegar maður skoðar kolumnspor þá eru oftast tveir þættir sem eru stærstir og það er kjötneysla og svo flug. Þannig ef maður gerir þetta tvennt, þá voru sumar á Íslandi sem náðu að vera með kolumnspor sem voru þá í rauninni innan marka loftslagsvæn kolumnspor. Sem er þá í rauninni bara heimsmeðaltalið eins og en svo náttúrulega erum við alltaf að éta upp þennan kvóta, þannig þetta heimsmeðaltal þarf alltaf að lækka, en í augnablikinu þá eru sumir sem ná þessu. Það er líka voða fínt að sleppa því að keyra eða keyra rafmagnsbíl, en það eitt og sér er ekki nóg heldur. Já. En í þessari, sko, að því ég velti fyrir mig varðandi flugin, að það sem mér fannst eiginlega áhugaverðast þar var einhvern veginn réttlæting fólks sem kom í ljós af því að við heyrum kannski meira og meira að fólk er að velja að fljúga ekki eða fljúga minna, en þið skoðuðu kannski réttlætinguna sem að fólk notar, þetta er svona einhvers konar hugarleikfimi. Já, einmitt, þú veist að maður getur skoðað gögn eins mikið og hægt en þegar kemur, þú veist, when it comes down to it, það er bara ótrúlega mikið heimspeki og sálfræði og eitthvað svoleiðis, en já, maður réttlætir það fyrir sér, eitthvað svona, ég labba í vinnuna einu sinni í viku og þá má ég fara til Tenerife. En svo er það líka kannski að normin í samfélaginu eru svolítið að breytast hvað við þurfum til þess að eiga gott líf, hvað, þú veist, þetta lífskjara kapplaup í rauninni, þú veist, ef við hugsaum 50 ára aftur í tímann, það var enginn að fara að segja það að fara ekki, þú veist, allavega tvisvar á ári til útlanda sé bara skerðing á lífsgæðum eða skerðing á frelsi eða þú veist eins og þessu orð sem fólk notar í dag við það að draga úr neyslu, þessi rosalega fórn, þetta er alltaf svaka fórnarkostnaður þegar normið í samfélaginu er komið á ákveðinn stað. Þannig það er líka þá bara einmitt hvað bara viðhorfin og þá er oftast bara alls ekki nóg að vera
hafa áhyggjur af hamfarahlýnun, við köllum á það. Það er sama hversu miklar áhyggjur við höfum, þá er það samt ekki nóg til þess að fara í þessu svakalega fórnir að sleppa flestu í lífinu til þess að ná kolefnissporinu niður á eitthvað sanngjarnt fyrir heiminn. Og hvert var svona, hvað var það sem þið tókuð út úr eins og þessu verkefni? Hver var svona niðurstaðan? Var það bara... Það er í rauninni bara ennþá í gangi, endalaust, og nú erum við að skoða alls konar einhvern veginn svona, já, hvaða hegðunarbreytingar geta komið kolefnissporinu niður og þú veist, hver er ástæðan fyrir því að fólk ferðist, hvað þarf til í svona infrastruktúr, hvaða pólísíur þarf til þess að koma hlutunum með rétt horf. Þú veist, það er ekki nóg bara að búast við því að fólk fara að hjóla út í það hefur áhyggjur af hamfarahlýnun. Þú þarft að hafa hjólastíga og þú veist, það er ekki nóg að búast við því að allir verði grænmetisætur. Þú þarft þá að bjóða upp á góðan valkost, þú veist, eins og þú veist, ríkið getur byrjað þarna og vera með til dæmis í mötuneyti að það sé alltaf hægt að velja góðan valkost og þetta er líka að upplýsa neytendur hvað þeir eiga að velja en ef við ætlum að búast við því að allir í búðinni séu að lesa aftan á hvern einasta pakning, passa það sé ekki pálmolíu og passa hitt og þetta, þá er fólk ekki að fara að hafa tíma til að lifa lífinu heldur. Þannig að þetta er rosalega mikið samspil af neytendunum og yfirvöldum. En hvað, ég skrifa hérna niður sko eins og fólk dregur mörk milli sko réttlætanlegra flugferða og síðan þeirra sem eru taldar óþarfar eða of miklar. Já, nákvæmlega. Það er hérna þessur óþörfu voru eins og að fara í verslunarferð til London, kaupa sér eitthvað. En réttlætanlegar eru, þú veist, sérstaklega á Íslandi þegar við vitum það að D-vitaminskortur getur stytt ævi okkar. Að þá er það kannski réttlætanleg flugferð. Eða að fara á ráðstefnu. Já. Og líka einhvern veginn, af því að þetta er mjög áhugaverð rannsókn einhvern veginn, af því að það er svo mikið verið að vitna í svör viðmælanda og maður tengir við sumt af þessu, maður er bara já, ég meina, ég skil þetta, við búum á Íslandi, stundum í, ég var að segja 15. janúar, þetta er svona, það er jólaljósin eru að fara niður en það er ennþá ömurlegt veður þannig að það er eitthvað svona að þá stundum við bara, heyrðu, ég verð að komast hérðan einhvern veginn, ég bara verð að gera það fyrir mér eigin geðheilsu ég meina, það getur farið, ég meina, er það óþarft, er það óþörf ferð eða er það þörf ferð bara til þess að við verðum öll aðeins skemmtilegri við hvort annað í kjölfarið sko og kynnast nýjum menningarheimum sá ég, það fannst mér mjög áhugavert líka. Ég fór til Suður-Afríku eða eitthvað, manni í hvaða land hann nefnt og þá sá ég svo mikla fátækt að síðan kom ég heim og þá sá ég að ég þurfti ekki jafn mikið. Sett allt í saman. Já. Þú ert að gera alltaf mikla heimavinnu. Nei, þetta var mjög áhugavert sko og hérna, en upplifðirðu að viðmælendur höfðu samviskubit? Alveg klárlega og það var oft sem þau, þú veist, nefndu að fyrrabræði bara, þú veist, þau voru farin að afsaka sig án þess að ég sagði þeim í rauninni hvað rannsóknin snerist Þannig, já, fólk er með samviskubit yfir þessu, ég er með samviskubit yfir þessu. Þú veist, ég keyri ekki, ég grænmetisæta, ég kaup mér ekki ný föt, en samt flýgi og kolefnisspor mitt alls ekki loftslagsvænt. Ekki einu sinni, þú ert að reikna þetta allt út, en nærið ekki einu sinni að... Nei, þú veist, ég sé hvað þetta er slæmt, en... Það er ekki góða fréttir fyrir því. Það er svo sem er að reikna þetta allt saman, sko. Mér langar til að staldra hans við og bara svona líka setja fræði samviskubit, sko, í hausinn á okkur. Af því að hérna, mér grunar að við séum flest með einhvers konar samviskubit, en ég er okkar að pæla í því, sko, hvað gerir þetta samviskubit og hefur það einhver áhrif, eða bara lætur það okkur líða frekar illa. En þá, þú ert að kenna upp í háskóla núna. Er það þá eitthvað þessu, þú veist, að því ég velti fyrir mér, ég gerði einhvern tímann þátt tísku og þá heyrði ég að kynslóðin sem var að koma upp, að læra fatahönnun sem dæmi, að væri miklu meðvitaðri. Vildi bara búa til föt og, þú veist, einhvern veginn endurnýta allt og væri allt öðru seldur en kannski þau sem voru í fatahönnun fyrir 5 árum eða hvernig sem það er. Finnur þú fyrir þessu líka þar? Alveg 100%. Það er bara
bekkurinn, þú veist, ég til dæmis, við skoðum bara verkfræðinga, þú veist, frá því að ég byrjaði að kenna fyrir, ég veit ekki, 7 árum, þá hafði engin áhuga á því sem ég var að kenna. En svo bara var þetta einn, þú veist, þetta bara orðnir uppáhaldskúrsarnir hjá þessum nemendum. Og það er bara... Og hvað er það þá sem þið eruð að fara í? Þá erum við að fara í þetta sem kallast vistvæn borg og umhverfisskipulag, svona hlutir. En þessi nemendur líka bara, þeir vita miklu meira heldur en þeir eru að koma með svo góðan grunn, bara úr grunnskóla held ég. Þú veist, í þessum málum og ég tók arkitektúr fyrir 10 árum, þar var ég ein í bekknum sem var að pæla í einhverjum svona vistvænum byggingum. Nú í dag þá er þetta bara partur af námskráni og bara vistvæni er inn í öllum kúrsum hjá þeim. En það er svakaleg breyting og unga kynslóðin er klárlega leið á þetta, myndi ég segja. Ok, það er allavega gaman að heyra. Takk fyrir, Áróra. Ég ætla að henda mig bara beint yfir til þín, Guðbjörg. Já. Þú ætlar að vera með smá... Ég ætla að vera með smá kynningu, réttar að segja myndir. Myndir, já. Og ég var svona að reyna að ramma inn Guðbjörgu og hennar feril einhvern veginn í stuttu máli, en það er frekar erfitt, af því hún hefur verið í mjög mörgu. En ég var búinn að skrifa hjá mér að hún væri frumkvöld sem brennur fyrir sjálfbærum lífstíl. Og mér finnst það svona þokkalega nett lýsing, að minnstu kosti. Síðan kemur meiri ljós. Er þetta ekki komið? Er það ekki? Já, fyrir ekki, kemur meiri ljós. Bara varðandi það sem þú hefur verið að bralla. Þú hefur líka verið að hjálpa, líka bara eða kannski kynna fyrir fólki hvað er í boði og hvernig við getum hagað einhvern veginn neyslu okkar. Ég vil fyrst nefna bara því hún var að tala svona loftslagsmáli. Mér finnst það mjög flókið og ég treysti bara einmitt ungu kynslóðinni og tækninni til þess að leysa þetta. Þannig og líka annað, einmitt að hún talaði svona samviskubitinn, sko. Og ég, fyrir mörgum árum þá setti ég með það að vera ekki með samviskubit, hvorki þó ég sé að borða eitthvað óhollt, að ég held að það bara skapi vonda orku, skilur, og líka það ef ég er að henda einhverju dollu sem á að fara í plast en er full einhverju drasli og ég nenni, skilur, þrífa. Ég reyni að sýna sjálfur með mildi, sko, þannig að samviskubit gerir ekki neitt mikið gagn, tel ég, sko. En já, ég er svona, kemur eitthvað upp hérna. Það er ekki, hitna, já. En allavega, mér finnst alltaf svolítið áhugavert að vita, eða svona pælið í af hverju fólk fer í, þú veist, að hugsa umhverfismálin og af hverju, þú veist, fer þú í þetta áður en að nokkur annar var í þessu. Og ég hef skoðað, jafnvel með sjálfa mig, af hverju svona hef ég þennan áhuga á umhverfismálum. Og í mínu tilviki þá er það í rauninni kannski heilsan sem að einhvern veginn svona dreif mig í þessa átt. Ég svona misti smá heilsuna þegar ég var 20 og ég kallaði rauninni að hafa verið algjör blessun á þeim, maður sér það eftir á. Þá fór ég að hugsa um heilsuna, þetta var ekki sjálfsagður hlutur sem maður finnst maður náttúrulega verið ódauðlegur þegar maður er 20. Þannig að ég fór að hugsa um það og hvað maður getur gert með hreinu mat og mataræðið og þannig svona fléttast svona umhverfismálin einhvern veginn inn í minn heim. Og svo bjó ég lengi í Bandaríkjunum og þar var reyndar endurvinnsla og ýmislegt svoleiðis komið svona mun framar heldur en hérna heima. Þannig að þegar ég flyt hérna heim þá kem ég svolítið einmitt með heilsuna og svona flokkun og annað. Þannig að þar fer ég svona við að mér alls konar upplýsingum. En svo líka get ég muna eftir því að því ég held reyndar að eins og talandi um loftslagsmálin og flugið að það þurfi bara eitt stykki bankahrun aftur til þess að aðeins að stoppa, þú veist, það er eina leiðin til þess að stoppa þessa loftslagsmengun, hvað var það, flugið var þar. En ég hef alltaf haft áhuga og dáðst að því að hugsa af hverju hefur þetta líka, af hverju hef ég farið þessa vegferð. En ég man eftir ömmu, Villu, sem að sko nýtti alla afganga. Bókstaflega fisk sporður eftir
hálfur tómatur, ein kartöfla, þá var það saxað niður og sett í gamla skyrdós og hellt einhverju matalími yfir og svo var þessu snúið við og þetta var forrétturinn fyrir næstu máltíð. Þannig að ég var alveg bara, wow, hún er alveg bara, mér varst hún svo með þetta. Og svo gerist það reyndar að ég var í grafískri hönnun í Bandaríkjunum, er ekkert komið en þá. Nei. En sem sagt þá fyrir einhverja, ég veit ekki hvort það er tilviljun eða ekki, en þá sem sagt var ég að leita mér að matreiðslubók því ég fann enga matreiðslubók sem ég gæti notað. Það var alltaf eitthvað og flókið og eitthvað. Og þá sem sagt, einhvern tímann og leiðinu út úr Barnes & Noble, ég veit ekki hvort ég þekki, þær bókabúðir, þær eru huge. Matreiðslurekkarnir eru endalausir. Og þegar ég labbaði þarna út og ég sagði bara, vá, ég finn ekki matreiðslubók sem ég get notað. Að þá kemur upp þessi hugmynd, heyrðu, ég verð að gera matreiðslubókina sjálf, bara sem að ég get notað. Og ég endanum 5 árum seinna að gef ég þessa matreiðslubók út sem hét Hristist fyrir notkun, skapandi matargerð með það sem er til í eldhúsinu. Og það er 21 ár síðan eitthvað svoleiðis. En ég sé það í dag að þetta var algjörlega, amma var hérna smá, skilur með mér hérna. Það var verið að nota afgangana, það var naglasúpan, skilur uppskriftin, hvernig við nýtum og notum og bæta, breyta, sleppa var í rauninni konseptið, þar að segja fyrir aftan hvert einasta hráefni var hvað sett í staðinn, þannig að það var ekkert sem þú áttir að þurfa að henda. Þannig að matarsóun var ég þarna var ég komin með, sjá er það þessi ör eða svona, nei, svona, nei, það er ekkert að gerast. Eða verð ég að fara í örina hérna? Já, þarna. Já, ok. Þetta er sem sagt matreiðslu. Ok. Já, ok. Þannig að þarna kannski fyrir 20 eitthvað árum þá byrjaði þetta hjá mér tengt matnum, sem sagt hvernig matarsóun í rauninni, þú veist, þá snýst þetta það að nota það sem átt til, henda engu, nýta afganga, ég var með alls konar pælingar í þessari bók. Og svo gerist það reynda þegar ég flutt heim til Íslands, að því að við aðeins segja ykkur hvernig mín vegferð hefur verið, þá sem sagt fáum við hjónin, og já, vel á minnst, til þess að tryggja það að ég sé ekki með neitt grænþvott á minni að því ég er svona talsmaður heimilisins, þá kom ég með son minn og manninn og þið megið láti heyri í ykkur ef ég fer með eitthvað vitlaust mál. En ég sem sagt og eiginmaður minn, við hefum gríðarlega mikinn áhuga á að fara að rækta. Og hvað gerir maður þá? Jú, þá gerir maður útvarpsþátt alveg sem matinn, skilur við, mér langar að fara að elda og bara gerir matreiðslubók, mér langar að fara að rækta og gerir bara útvarpsþátt. Og við ákveðum sem sagt og tengum inn á RÚV 3 sumur og gerum þátt sem hét Í boði náttúrunnar. Og það var svona sjálfbærni, ræktun og þetta. Og þannig kom maður aftur inn á svolítið svona inn í þennan heim að vera með sjálfbærni og þar hittum við reyndar alveg á rosalega góðan tímapunkt af því að þarna var einmitt bankahrunið ný yfirstaðið. Þannig að við vorum 2009 og það okkur var tekið bara opnum örmum og allir að fara að byrja að rækta garðinn sinn. Munum kannski eftir því tímabili. Þannig að þetta var svona skemmtilegt ævintýri. En upp frá því þá sem sagt fættist líka tímaritið Í boði náttúrunnar og þar einhvern veginn náði ég að sameina öll áhugamálin mín. Þarna kom inn heilsan og ræktunin og endurvinnslan og sjálfbærnin og allur pakkinn. Einhvern veginn náði ég að setja í þetta blað. Mér finnst þetta náttúrulega algjör snilldar viðskiptahugmynd að bara pakka öllum mínum áhugamálum á eitt stað. En maður náttúrulega er ekkert endilega að hugsa þennan litla marka sem maður á. Þannig að ég fór aftur í matinn og gerði nokkrum mánuðum seinna líka, bætti við blaði sem heit Fæða Food. Og að því ég vissi einmitt að markaðurinn er svo lítill á Íslandi að ég fór líka að flytja þetta út. Þannig að þessi blöð voru kannski komin allan hringinn og komið með þau í Barnes & Noble í Bandaríkjunum. En þarna í kringum þetta blað þá fór ég að gera svona eins og ég var með, þið sjáðu Dominik er þarna að fá að afhenda sjálfbæru svunduna.
Þannig að ég var svona að gera ýmislegt til þess að reyna að vekja athygli á þessum svona málaflokki og þeim sem væri að gera eitthvað gott í þessum geira. Og svo þarna vorum við líka með súrdegsbrauðskeppni og fleira. Þannig að það sem að ég líka hugsa þegar ég að hugsa hvað, að því ég alltaf að miðla og gera eitthvað, reyna að kveika í fólki. Og ég hef náttúrulega hugsað mikið það, hvað það sem kveikir í fólki til þess að vilja fara að rækta, að hugsa umhverfismálin, heilsuna. Og þegar maður með svona tímarit, eða allan eins og ég, þá vildi ég alltaf gera það einhvern veginn svona fallega, skemmtilega, svona kveikja í fólki, svona gefa fólki innblástur. Þannig að ég fór þess að svona, kannski mín leið var svona milda leiðin. Ég ekki endilega með svona harðar staðreyndir eða facts, heldur svona að sjá hvernig við getum gert þetta í gegnum eitthvað áhugavert, gegnum áhugamál fólks, gegnum áhuga þeirra á einhverjum, þú veist, eins og heilsumálum öðru. Þannig að þannig nálgaðist ég svolítið hlutina. En ég líka, meira sér í fyrsta blaðinu mínu, þá var ég nýbúin að hafa sumarblað og ég var nýbúin að ferðast landið og ég gæti ekki fundið almennilega matsölustæði. Það farið að koma upp mig hvað ég hef mikinn áhuga á mat. En þá sem sagt ákvað ég að gera í fyrsta blaðinu mínu svona handtekna kort og kortleggja alla góða matsölustæði landið. Og þar var ég örugglega með þeim fyrstu að tala sko local food eða svona, já, úr héraði. En það nú orðið núna bara á allra vörum og allir að tala það og allir að reyna að vera þar sem mjög gott. En þessi ferðakort hafa svona þróast í gegnum tíðina og ég ennþá með þetta handbyggt Æsland. Svo hef ég líka náttúrulega endalausa hugmyndum og þetta nú bara brot af því sem ég hef gert en það líka annað sem að því að við erum hér sem ég ákvað að gera fyrir einhverjum 3-4 árum. Það var Grænatorgið, vefsíða sem átti að halda utan allt sem var grænt. Og þá var ég búin að fá svo mikið af svona alls konar gegnum tíðina fyrirspurningum, já, hvar fæ ég þessar upplýsingar, hvar fæ ég hitt og hvar fæ ég svona vöru og hinsegin. Og ég hugsaði bara, ég verði náttúrulega að leysa þetta, bara búa til síðu sem að heldur bara utan allt sem sjálfbært. Það að segja grænar vörur, öll viðgerðarverkstæði og við höfum náttúrulega gert svo mikið af þessu í blaðinu. Þannig að við vorum til dæmis með rosalega mikla grunnvinnu að kortleggja öll viðgerðarverkstæði. Af því að það var ekki til, það var eðskilu, þetta var bara út allt. Þannig að við sem sagt gerðum svona lista með sem sagt viðgerðarverkstæðum og fyrirtækjum og vörum sem umhverfisvæn. En þetta Grænatorg ennþá til, en ég setti það á hold. Þetta var svona svolítið peningagleipir og fyrir lítið apparat eins og ég að reka þá setja ég þetta á hold til ég fæ eitthvað góðan vænan styrk. Bara að við vita af hverju þá held ég áfram. En já, svo ákvað ég líka, ég reyna, fyrir þú stoppaði mig bara, leiðu ég þarf að, þetta að vera búið sko. Ég bara að hlusta sko, tíminn bara nægur. Já, en svo ákvað ég sem sagt fyrir, 22, það var reyndar 20 sem ég átti 10 ára afmæli, útgáfan. Og þá fannst mér náttúrulega ekkert meira viðeigandi en að búa til einhvern risa viðburð, þar sem að fólki í rauninni gæti bara komið inn í þennan heim. Þennan heilsu, umhverfismál og allt á einum stað. Og ég var með svona fyrirmynd þar sem að í Bandaríkjunum voru bæði fyrirlestrar og svona sýning. Þannig að ég ákvað að skapa það sem sagt 2020 en það var svo ekkert úr því fyrir 2022 af því að auðvitað skall COVID á. Þannig að ég var þrisvar að færa dagsetningarnar og breyta öllu og þetta var alveg svona orðin svolítið langdregin En þetta var náttúrulega alveg frábær viðburður. Og Freyr, þú komst nú aðeins að þessu í byrjun. En þetta var svona það sem við vorum að gera, fullt af fyrirlesturum líka. En þetta hefur bara verið einu sinni, þetta meira en að segja. En svo sem sagt í síðasta tímaritinu, af því ég hætti tímaritútgáfinu fyrir 2 árum. Og síðasta blaðið, það var svona svolítið helgað umhverfismálum. Og við gerðum grein sem við köllum græn skref heimilina eða grænkum okkur saman.
þar sem að við fórum og tókum græn skref fyrirtækja og stofnana og höfum það til fyrirmyndar en færðum það yfir á heimilin. Af því að mér fannst það eiginlega alveg fáránlegt að það var ekki til eitthvað svona fyrir heimilin. Eitthvað sko, að því við erum öll að tala um hvað að gera, hvað ertu að gera, þú veist. Já, við erum að flokka, það er bara eitt af rosalega mörgu sem við getum verið að gera. Þannig að okkur eru við ekki bara fyrir heimilin með svona græn skref, svona leiðbeiningar. Þannig að við tókum þetta saman og ég ætla rétt að renna yfir sko nokkra punkta og þetta eru svona, þessi skrefin eru, þú veist, númer 1, þá ertu byrjandi. Og þar er að allir á heimilinu séu samtaka að gera eitthvað, skilur, það nú kannski að fyrsta. Og við setjum okkur eitthvað markmið og svo að slökkva ljósin. Og ég var bara síðast í gærkvöldi, þá labbaði sonur minn út úr bæjarbygginu og skildi eftir ljós. Ég bara, slökkva ljósin. Við erum að tala sko, hvað er maður búin að gera þetta í mörg ár? En hann bara, hvað er maður, þú veist, já. En þetta er vinn... Já, það reyndar þessi eldri sem Þannig þessi saklaus, sko. En ég var einmitt samt þessi eldri var líka, tók einhverju endurvinnslunni, nei þetta, skilur, maður er endalaust í löggu hlutverkinu. Byrjandur, já, þú ert kannski byrjandi, nei, ég segi svona, við erum þrjár velmerktar flokkunartunnur, þú veist þessi pappír, plast og þetta klassiska. Og svo er þetta að skoða plastnotkunin okkar líka á einhverju vefsíðu sem ég nefndi og það var nú svona ákveðið sjokk þegar maður sá hvað maður er í rauninni að nota gígantískt plast, en það plastendurvinnslutunnan, hún verður náttúrulega, já, mjög fljótt full. Áhuga fólk, það er skref númer 2, við erum að flokka málma og gler og förum svona aðeins lengra í því. Og fórum að velja umhverfisvænar og vottaðar vörur. En eitt af því sem ég tók eftir því ég var að gera grænatorgið og var einmitt að reyna að finna bæði verslanir og vörur sem voru umhverfisvænar. Og þá fór ég eiginlega alltaf, þegar ég fór inn í verslanir, þá spurði ég alltaf, eigið eitthvað svansvottað eða eigið með einhverjum umhverfisvottun? Og kom mér svo óvart hvað það var svona ólíkt á milli geira. Flísabúðin, það var bara, já, hér er allt umhverfisvottað. Ég var bara, what? Svo fór ég í húsgagnabúðina við hliðina og ég sagði, er þið með eitthvað svona vottað? Og hann bara, svona svansvottað. Hann bara, veitu, hvað er það? Er það græni hringur? Eða skilur, þetta var ótrúlegt og það var 2 búðir hlið við hlið. Þannig að já, reyna að velja það sem er umhverfisvænt, áhuga fólk, en þá við fatainnkaupin, velja gæðum frá magn og ýmislegt. Þannig að þetta eru bara svona nokkuð dæmi það sem við getum verið að gera. Lengra komnir, við erum fann að gera meira við hluti, já, gera meira við, já, ég er ekki með gleraugun, teka fram. Og söfnum matarafgöngum. Núna, náttúrulega síðan þetta var, þá er náttúrulega farið að safna í moltu. Við á tímabili vorum við að sjálf bara gera það heima og fá þessa geðveiku mold sem ég reyndi að sakna smá, en mér líður rosalega vel að hafa þennan moltupoka til þess að geta sett þetta í. Og svo er það bara að nýtjum-nytjamarkaði og sölusíður og við erum með margnota rafmagnskveikjara. Ég tók þetta dæmi að því að mér fannst þetta eitthvað svo, þegar ég áttaði mig á því bara já, þetta er margnota kveikjarar. Og þetta er mjög áhugaverð tól sem allir ættu að skoða eða bara kaupa gömlu góðu eldspýturnar. En einhver hluta vegna skil ég ekki okkur að það er ennþá þessir einnota kveikjarar á heimilinu af því að það er svo 2 ár síðan ég hætti að kaupa þá en þeir eru eins og séu bara, þeim fjölgar bara frekar en hitt. En já, sem sagt atvinnumenn kemur að faratækjunum, við vöndum okkur við val að kaupum á nýjum tækjum, kaupum tæki sem er endast. Eitt þarna tæki, ég var á þessi tímabili, þá var að fara að kaupa ryksugu og ég ætla þá færi sko í research. Þú veist, hvernig er umhverfisvæn ryksuga? Og ég komst að því að það er til ryksugur sem er með engum pókum, heldur svona bara hólfi sem þú hellir úr. Maðurinn minn hatar þessi ryksugu. En það er æðislegt að þurfa að sleppa þessum pókum og eitthvað svona. En já, það er hægt að, já, þarna er myndað henni.
Þannig að þið bara sjáu þessa, ég er með nokkur blöð líka sem þið getið tekið með ykkur, þau viljið eignast þennan lista. En atvinnumenn, þú veist, ég setti þarna mynd af mér af því ég hef alltaf, ekki alltaf heldur, fyrir 7-8 árum þá fór ég að gróðursetja 1 tré fyrir hvern áskrifanda. En það er líka kannski að við getum spurt okkur að því við verum alltaf að lágmarka skaðan sem við gerum í umhverfismálum. Það er líka gott að spyrja sig hvernig getum við gefið tilbaka. Og þegar ég fór að spyrja mig að því, þá var ég bara, ég sit hérna á skrifstofu, ég leigi skrifstofu hjá Skógræktarfélagi Reykjavíkur og það þurfti ekkert annað en lappin á næstu skrifstofu, hei, má ég fá reit til þess að hafa rækt í? Og það var auðsett mál, þannig að núna er sem sagt í boði náttúrunnar reiturinn upp í Heiðmörk. Og við erum einmitt að fara, Jónsi og Tryggvi erum að fara að gróðursetja helgina. Ég þarf alltaf að hita á svolítið upp vel fyrir, sko, þú veist, það er ekkert allir æstir, sko, alltaf. En já, þetta er sem sagt bara skilaboðin, við erum öll græni leiðtogar, okkar heimili og getum gert ýmislegt og ef þið hafið áhuga að fá þessi grænu skref heimilana þá eru þau í boði náttúrunnar, þið leitið bara græn skref heimilana en svo er ég með nokkur tímarit þarna á borðinu eða vilji fá. Þannig að þetta var svona mín hraðferð. Já, ég takk fyrir hana. Ég veit ekki alveg sko hvort að við tölum það, já, taka skjávarpinu upp, takk, já. Af því að ég velti bara fyrir mér sko eins og mælikvarðinn á græn verkstæði. Þú veist, þegar þið fóruð í það, já, þú veist, hvernig, þú veist, hvað, ég sá það var skósmiður hana og eitthvað. Í rauninni vorum við ekki að meta sko hversu grænir skósmiðinu væru. Þetta vorum við reyna frekar að hvetja fólk til þess að gera við skóna sína. Af því það eiga skóna lengur og allt þetta, það er það sem við erum að reyna að vinna með. Þannig ég fór ekki í það að segja hvað eru þeir, hversu grænir eru þeir. En aftur á móti þegar ég var þarna inn á einhverjum verkstæðum þá var ég alveg bara, já, hvað, þetta er svona grænt innlegg og það er ýmislegt til sem þeir eru að selja áburðir og svona sem eru einmitt umhverfisvænir. Hefurðu fundið vera að þið ert búin að vera frekar lengi að pæla í þessu og vinna í þessu og við vorum að tala í Aurora með varðandi einhvers konar kynslóðskipti eða einhver svona nýtt fólk sem er að koma inn í námið. Hefurðu fundið fyrir líka varðandi fyrirtækin sko af því að mér langar líka til að ræða hérna kannski eftir, þú nefndir grænvottun eða það sko þessar stimpla sem eru komnir og oft vitum við ekki almennilega hvað þessi stimplar þýða, þú veist, þeir bara eru komnir á vörurnar og þá allt í einu er þetta bara, heyrðu, samviskubiti farið, pínu. Hefurðu fundið fyrir breytingu á því samt sko varðandi fyrirtækin sem þú ert að vinna með eða þú ert að tala við í sko að þú ert ekki lengur að lendi í starfsmönnunum í húsgagnaversluninni sem að veit ekki hvað umhverfisvottun er eða eru þau sem eru hærra sett í fyrirtækinu byrjað að pæla meira í hvað erum við að bjóða upp á? Algjörlega, já. Eins og hún sagði líka, það er mjög mikil breyting og þegar ég byrjaði með tímaritið, þá voru við þá var ég alveg bara, ég er svona smá undan minni samtíð, skilurðu, og svo hélt ég svona að þetta myndi svona vaksa svona með, en það er líka það sem er líka svolítið áhugavert að svona í góðæri og svona, þá fer fólk ofta minna að hugsa þessi mál. Og ég fann fyrir því með það áhugavert og svo til dæmis þegar sýningin var, þú veist, græn sýning þarna á umhverfisvæn, þá var ég bara, ég hélt svo að fólk væri tilbúið og komið þangað, skilju. En ég var ekki alveg viss eftir á að hyggja, skilju. Ég vilja sjá fleiri, en auðvitað þarf hluti líka að vaxa og dafna, skilju, þú veist, bara svona eins og svona sýningar, fólk þarf að kynnast þessu og annað. En já, þetta var svona, það er mikil breyting búin að vera, þú veist, en samt erum við neytendur, mér finnst við samt breytast mjög hægt. Af því að í þægilegu lífi þá er oft leiðilegt að taka inn óþægilega hluti sem þetta stundum vill verða. En já, mér finnst þetta svona áhugaverð, svona, þú veist, hvað er fólk tilbúið, þú veist, þó að sé mikil breyting, þessu unga fólki er mikið að pæla í þessu,
en samt alveg bara, nei, samt vilja svona fá hitt og þetta stór hluti. Það svona ennþá svolítið svona þröngur hópur, finnst mér. Heldurðu að hópurinn sem að hefur tíma til að velta þessu svona mikið fyrir sér, hefur líka fjárráðin til að velta þessu svona mikið fyrir sér? Unga fólki hefur ekki efni á að fara í, ég bara hugsa út fyrir sjálf mig sko, að mamma mín og pappi fóru og gátu keypt stofuborða þegar þau eru búin að vinna alla sína ævi frá smiði í Hafnarfirði sem að smíðaði upp úr alvöru við. Og það kostaði miklu meiri pening en ég og kærasta mín gátu nokkuð tíma, ég var ekki að fara að eyða fjárhag heimilisins í stofuborð, við getum orðað það þannig, en þetta var það sem ég get séð að hafi verið svona, hvað var að segja, sjálfbæri græni kosturinn í stöðunni, af því ég gat nokkurn veginn rakið í 2 eða 3 skrefum hvernig borðið var til. Ég held reyndar að unga fólki, eða bara það skiptir engu máli, þú ríkur eða fátækur, hvort þú getur verið umhverfisvænn og sjálfbær. Ég held að það sé eiginlega bara betra, þú veist, að vera það svo auðvelt, ef þú átt bara lítinn pening, þá getur þá ertu miklu umhverfisvænni. Þú ert ekki að sóa í alls konar dót og drasl og þú getur fengið svo margt, einhvern veginn gefins og loppumarkaði. Ég hugsa bara hvar voru loppumarkaðirnir þegar ég var með krakkana litla. Mér finnst þetta svo frábært í dag og þetta orðið meira líka mainstream. Þegar sko ein systir mín sem mjög svona picky, þegar hún farin að fara á loppumarkað þá bara ok, yes, þetta alveg að gera sko. En ég líka kannski þannig típa, ég svona best í kreppu, þannig að ég svona þegar einmitt bankahrunið var og þá ég alveg bara yes, bara nú bara gerum við allt úr engu, þú veist. Og ég, þú veist, þá bara bjó maður til og gerði og fann út úr hlutunum og var ekkert að eyða í rusl eða fljúga eða eitthvað, þú veist. Þannig ég held að það sé ekki með þetta að gera. En jú, auðvitað alveg kostur að geta eitt í svona pening, í svona borð og verið bara, þú veist, rosalega ánægð með það. En þú getur líka bara farið í góða hirðirinn og keypt gamalt borð, farið með það heim og þannig haldið sko þessum hringgangandi sem líka alveg umhverfisvænt. En heldur að það sé þá einhvers konar hugarfarsbreyting frekar að því að fara í góða hirðinn sem bara gott og blessað en það notað. Skilur mig. Það einhver hugarfarsbreyting í því að vilja ekki alltaf nýtt, vilja ekki, þú veist, heldur að það sé líka eitthvað sem stendur fyrir fólki? Að það vilja ekki nota. Þú veist, af því að ef við værum öll, eða flest, í einhverju svona, með það hugafar, að bara, já, við þurfum ekki, við getum bara farið og keypt húsgögn í góða hirðinum eða eitthvað, og góði hirðin alltaf tómur. Skilur mig? Já, það reyndar. Skilur mig, þá væri alltaf einn borðar af því að það er svo fullt af fólki sem býr á stúdentagörðum og vantar borð og eitthvað sem myndi bara fara þangað. En ég fer frekar oft í góða hirðin af því að mér finnst gaman að skoða þar og þetta góða hirðin búin að breytast frekar mikið, það er bara geymur á ógeðslega mikið af vörum. En ég velti fyrir mér sko af hverju þú veist, þessi stólar sem ég sé þar ekki bara farnir, þú veist, af því að ég get ekki trúað, eða ég á erfitt með að trúa því að það sé bara einhver sem vantar það. Við erum náttúrulega líka þannig ennþá, okkur ekki sama hvernig hlutinni líti út. Þú veist, þannig að stóll ekki bara stóll til að sitja á stóli til þess að vera heima og vilt hann lúkki líka, eða passi við og allt þetta. Þannig að jú, þetta skiptir máli. Ég fyrir oft í góða hirðin og kem ekki með neitt tilbaka eða fann ekki það sem ég vantaði eða, jú, stóllinn var þarna en hann var ljótur. Þannig að ég kaupi ekki hvað sem en þú veist, þetta samt bara ákvörðun, skilur, þetta bara, og sumir fílaði ekki og vilja bara, og ég blanda þessu öllu saman. Heimi á mér bara öll flóran af dóti, bæði nýju, gömlu, þú veist, bara name it, endurnýttu og þú veist, þannig að mér finnst það bara vera, þú veist, við þurfum ekki að hengja. Ég bara veltaði fyrir mig hvort það sé sko lærð hegðun, skilur, þú þurfir að læra samt sem áður, þegar þú byrjar að halda heimili eða kaupa þér inn eða eitthvað, að nýtt ekki endilega bara það besta. Já, kannski reyndar. Ég bjó 7 ár í New York og ég reyndar býja því að hafa verið á heimilum þar sem að það þurfti ekki alltaf að vera svo fullkomið.
ég var bara á heimilum þess að fólk átti til dæmis no pening, en það var bara gamli sófinn, orðin ansi sjúskaður, en hann bara var hann ennþá. Hér á Íslandi var alltaf bara svona nýtt, og og allt átti að vera eitthvað svo perfekt, og ég fann þetta svo rosalega þegar ég kom aftur heim, hvað við vorum óbúslega mikið í þessu heima, og það er kannski það sem að mér finnst þetta mjög auðvelt að vera í góð heyrðun og kaupa gammalt og eitthvað svona. Kannski er það líka því að ég hef þessa reynslu. Ég meina, þegar ég var út í New York, það var bara, þú veist, stóllinn hirti af götunni. Þar setti fólki hlutina sína, húsgögn út á miðvikudagskvöldum. Og annarkvort var það fólk sem hirti það, eða það var svo kominn bíll sem tók þetta. Þannig að það var líka rosa gott svona endurvinnslu system í rauninni, fannst mér, þar. Maðurinn minn kom heim með sófann, stofusófann okkar á bakinu í lestinni frá Manhattan, af því að á miðvikudagskvöldinu var að labba heim úr vinnunni, þá sá hann bara þennan fína sófa og hann bara tók hann á bakið, svona. Hann gerir margt þegar maður er ungur. Þannig já, ég held að þessi smá lærð hegðun mögulega, skilur. Mér langar eiginlega bara til að teika það sem þú ert búin að segja og fara til þín, Freyr, af því að við erum búin að vera, hún nefndi hluti eins og ég meina að það er atvinnufólk, það er gera við tæki og kannski fara með þau í viðgerð og eitthvað svoleiðis, og þú ert verkefnastjóri, ég ætla að segja þetta rétt, hringhagkerfis. Hringrásar hagkerfis. Sorpu, verkefnastjórinn hjá þeim. Og ég ætla líka að benda á að það er nýr þáttur að byrja með Freyja á RÚV á morgun sem heitir Endurtekið, sem snýst aldrei er það ekki, að taka gamla hluti og kannski gefa þeim nýtt líf. Og ef þú vilt kannski byrja bara á því að útskýra hringrásarhagkerfi Sorpu og hvað það snýst. Já, það er bara hringrásarhagkerfi almennt og það er svona kannski kjarninn í starfsemi Sorpu og svona stefnan og tilgangurinn. Þetta er svona byggðarsamlag sem við eigum saman og við tökum saman það sem við erum öll að henda og takmarkið er náttúrulega að fara úr þessu línulega hagkerfi sem við erum búin að vera í síðastliðin 300 ár frá iðnbyltingu, sem svona bara gengur út á það að ganga auðlindir jarðarinnar og ná í málma og timbur og kol og olíu og svo framleiðum og kaupum og seljum og svo hendum við bara. Þetta er svona lína en nú náttúrulega bara hefur skapast neyðarástand í heiminum. Það eru loftslagsbreytingar og hamfaralínun og við verðum að bregðast við og verðum að breytast og breytast hratt, og ein breytingin og ein aðgerðin er þetta hringrásarhagkerfi, þá að breyta þessu línulega hagkerfi í hring og taka það sem við erum að henda og nota það sem auðlind. En við þurfum við náttúrulega kannski fyrst og fremst að kannski minnka aðeins framleiðsluna og minnka neysluna. En allavega þetta er svona tilgangurinn og stefnan hjá okkur í Sorpu, ekki bara í Sorpu heldur, bara allt samfélagið og öll Evrópa og allir heimurinn. Við erum með ný lög sem er Evrópatilskipun. Þau tóku gildi núna 2023 á síðasta ári og við svona stefnum í þessa átt og við erum búin að innleiða lög og fórum í mjög viðamiklar breytingar á síðasta ári. Það sem tilgangurinn og markmiðið er hringrásarhagkerfi, sem er ein öflugasta loftslagsaðgerðin. Það eru margar loftslagsaðgerðir og margar lausnir og mörg verkefni, en þetta er mjög öflug aðgerð og til dæmis bara sem dæmi að nú fórum við að flokka á síðasta ári hérna í Reykjavík matarleifar í brúnupókana. Þetta er stærsta einstaka loftslagsaðgerðin á Íslandi. Þetta eru samdráttur sem er upp á 20.000 tonn koltvísýringi, sem er eins og að taka 10.000 bíla á umferð. Þetta er svona ofboðslega einföld aðgerð en mjög effektív af því við gerum þetta öll saman. Þetta er ábyrgð neytandans. Það eiginlega, af því að þessi aðgerð, þú veist, og við erum að tala um ábyrgð neytandans, eru nógu margir að taka þátt í henni? Já, þetta við tekist allan að vona fram að þetta einstaka svona litla verkefni, ef við tökum bara þetta að fara að flokka matarleifar. Já, það hefur tekist og sýnir það að almenningur var komið alltaf undan stjórnvöldum, almenningur var komið alltaf undan sveitarfélaginu, almenningur var komið alltaf undan fyrirtækjum. Þannig að
það eykur svolítið svona bjartsýni manns og að það sé hægt að takast á við þetta verkefni sem náttúrulega stærsta verkefni bara mannsins og þessara dýrategundar og bara stærsta verkefni plánetunnar að kljást við loftslagsbreytingar. Og ég held að við séum að fara að upplifa örugglega mestu og stærstu breytingar sem við höfum upplifað sem bara tegund á næstu 10-20 árum. Við bætist líka að þetta svona gervigreind og vaxandi spenna og átök í heiminum en þú veist, ég fór í engjaskóla í gær, ég það stundum í starfi mínu sem svona fræðslustjóri líka hjá Sorpu að tala við krakka og það mjög lærdómsríkt og gott að tala við krakka þessi mál. Og það var 12 ára drengur sem spurði mig sko, hvernig get ég breytt heiminum? Þetta er svo góð spurning. Hvernig get ég breytt heiminum? Og þetta er erfitt að breyta heiminum og ég held að flesta manneskjur sem ætla að breyta heiminum sko gera það ekki og gerir frekar eitthvað illt sko. En það er alveg hægt að breyta sjálfum sér og það er alveg hægt að breyta heimilinu sínu og það er hægt að breyta jafnvel skólanum sínum og hverfinu og það er alveg nóg og fólk er byrjað að gera það með alls konar sko verkum og verkefnum en auðvitað er náttúrulega því við erum að tala hérna ábyrgð neytandans að það er svolítið svona tilhneiging svo við bara hjá Sorpu þegar við byrjum að tala þessi mál og núna þetta átak sem við erum í gangi núna að fá allir til að flokka við erum alltaf svona að varpa ábyrgðinni á neytandan og einstaklingin og hann ber ekkert endilega mest ábyrgð sko. Það er auðvitað í hinu stóra samhengi ber ég kannski ekkert mikla ábyrgð og hef ekkert endilega mikla hvöt til þess að fara breyta öllu lífi minni til þess að bjarga heiminum að ég veit alveg að það eru ríkin og stórfyrirtækin sem að bera langmesta ábyrgð. Þegar losun er annars vegar á Íslandi þá er það landnotkun og kolaskautin í álverunum. Og rauninni var mjög auðvelt að gera þetta. Við þurfum bara að móka inn í nokkra skurði og breyta einhverjum lagasetningum og ég veit ekki, banna á kolaskaut í álverum eða eitthvað. Þá varum við eiginlega búin að bjarga mjög miklu allan á Íslandi skilur. En auðvitað er samt ábyrgð minn einhver. Jú, við berum öll ábyrgð og það er náttúrulega svona alheims lögmálið í rauninni. Allt sem við gerum ber ábyrgð. Í þessu kerfi, er það ekki rétt skilið hjá mér að ef að því ég bý í blokk og þá er stundum svona einhver smá núningur milli fólk sem að ákveður að taka ekki þátt í þessu og setur plast í pappatunnu eða eitthvað. Þá fellur kerfið sjálft sér, ekki? Eða þá ef að það er flokkað vitlaust, er það ekki? Að þá einhvern veginn, hvernig er þetta? Hvert fer, ég veit til dæmis ekki almennilega hvað gerist fyrir matarpókana sem eru settir, hvað gerist fyrir þá? Það er dæmi mjög góða svona endurvinnslu og jú, þetta veldur náttúrulega á þáttökur allra, sko. Við erum náttúrulega með óbærslega svona góða fyrirmynd varðandi hringrásarhagkerfið. Það er bara náttúran sjálf, náttúran hendir engu, hún nýtir allt. Og sjáum bara núna haustni þegar laufblöðin falla, þá einhvern veginn falla laufblöðin og það er að verða svona hrúgur á grasblettunum en þá tekum við bara svo óbáslega fallegt ferli að þetta byrjar að brotna niður og þá hefst svona samvinna lífvera að örver byrja að brjóta þetta niður og sveppir byrja að nærast á þessu og það myndast ykkur efni og næring og kerfi sem næri síðan rætur trésin sem að breytist ný laufblöð. Þetta er alveg dásamlegt kerfi, náttúran hendir engu, nýtir allt og auðvitað krefst hringrásarhagkerfið bara svona samvinnu og byggist á samtakamætti og öllu slíku og þó að það er alltaf sko þegar við komum að flokkum, það er alltaf einn fúll kall í blokkinni sem nennir þess ekki. Þjóðverjar eru til dæmis mjög góðir í að flokka en það er alltaf svona 5-10% sem að trúir ekki á þetta og treystir þess ekki og bara hefur ekki trú á þessu sko. Trú á þá að þetta gerir eitthvað. Já, það var eins og Mao formaður í Kína, hann til dæmis bustaði ekki sér tennurnar og hann var ekkert að spyrja af hverju bustar ekki tennurnar og hann sagði ég hef bara ekki trú á þessu. Og þetta er mjög svipað að busta í sér tennurnar og flokka. Þetta er bara svona, ég er engin sérstakar flokkar, ég bara ger þetta. Eins og ég busti með tennurnar kvölds og morgna en ég ger þetta ekki eins og Guðrún hjúkrunarkona kenndi okkur að gera í Fellaskóla í 8. bekk. Busta hverja tönn 10 sinnum og
en ég ger þetta og ég ennþá með allar tennurnar, ég er 50 og það sama með flokkana, bara gera þetta svona sæmilega, þá virkar þetta. En heldurðu að því að eitt sem ég fattaði þegar þetta kerfi fór á stað, þú veist, plastpappi, matarleifar og þetta, að þegar maður var krafinn að flokka, þá byrjaði maður að fatta hvað það allt út í plasti. Og maður byrjaði að hugsa, ég er komin í einhver svona 25% aukavinnu bara að því að taka plasti og pappan og setja það á einhver ákveðna staði. Og ég hugsaði, af hverju í fjandanum er ég að þessu? Og ég hugsa það ennþá, ég hugsa það mjög oft að því ég er að flokka og mér líður bara eins og ég sé að setja eitthvað í poka og síðan bara næsta dag er bara komið meira og það er bara einhvern veginn stanslaus flaumur af plasti. Og þetta var svona smá vent. En finnst þér eins og þetta hafi haft áhrif á hvað fyrirtæki er að gera? Það sem þið eru að gera. Af því að það hlýtur á endanum einhvern veginn að koma svo krafa frá þeim sem þurfa að vinna vinnuna einhvern veginn. Að segja, nennið að hætta að láta mig alltaf kaupa, þurfa að kaupa eitthvað sem er allt út í plasti. Og maður hefur séð þetta svona hér og þar, allt einu er einhverju komið með svona aðeins einfaldari pakningar. Þú veist sem, já ok, þetta er einfaldara en þetta er samt sem áður einhvern veginn er ég að þú veist, og ég svo sem veit ekkert hver lausnin er, ég veit að það er ekki nánast til kjötbúð lengur bara í Reykjavík, það sem hægt er að fá bara hakk í einhverjum bara þunnum, ég veit ekki, Morgunblaðinu eða eitthvað. En þannig að þú veist, ég veit ekki hvert ég á að fara, ég veit ekki hver lausnin er, en hafið þið lent í því að fyrirtæki er að segja, heyrðu, hvernig getum við gert þetta einfaldara? Sko fyrirtæki verður náttúrulega bara eins og við öll borgararnir að fara eftir þessu lögum, þetta eru bara hringrásarlög og þau gilda jafnt yfir einstaklinga og fyrirtæki og alla, við þurfum að Já, en ég er að meina sko í þeirra vöru. Já. Því sem þau eru að skila til neytenda, hafa þau komið til ykkur og sagt, heyrðu, þetta eru nýju reglurnar, hvernig getum við hjálpað neytendum? Það er aðeins að byrja, já. Og þau vilja merkja umbúðirnar sína mjög vel, hvernig eiga að flokka, við erum með svona samræmda merkingar og svona aðstofa við og jú, það hefur komið upp umræða ýmiss konar umbúðir, eins og mjólkurfernur og tetrapakningar og annað slíkt og okkur finnst mjög bagalegt og við höfum reynt að koma þeim skilaboðum til fyrirtækja að framleiða umbúðir sem eru ekki til dæmis samsettar. Það er mjög erfitt til dæmis að endurvinna þær. Það er miklu einfaldara að endurvinna umbúðir sem er bara pappír eða bara plast. Þannig að, en auðvitað er þetta svolítið bagalegt þegar maður er að versla í búðinni og er að kaupa í matinn að helmingurinn að búðakörfunni séu umbúðir og maður reynir auðvitað, við berum ábyrgð og maður er að reyna að gera eitthvað en ég ber líka bara ábyrgð sem bara faðir og eiginmaður, ég þarf að bera ábyrgð á hvað fjölskyldum minn, ég þarf að kaupa í matinn og ég þarf að kaupa ódýrasta matinn eða ég þarf að kaupa hagkvæmt, ég ber ábyrgð á hvað fyrirtækinu mín og ég er með alls konar ábyrgð, ég er ekki bara með ábyrgð á hvað plánutinu og já, heiminum, ég þarf að kaupa í matinn en mér finnst bara sorglegt að sjá allt þetta plast og allar þessar umbúðir í körfunum minni hvert skipti sem að ég ger innkaup sko. Þannig að mér finnst alveg að fyrirtæki mætti taka sig betur á í að auka umhverfisvænni valkosti. Mér langar dálítið til þess að, já, af því það er bara flott, við erum á góðum tíma, af því að mér langar dálítið til þess að núna varpa boltanum hérna aðeins út í sal og gá hvort að þið séu með einhverjar spurningar handa, ég meina ef þið eru með spurningar handa mér þá get ég svo reynt að svara einhverju en það er kannski helst gagvart þeim sérfræðingunum og kannski hvort að þið hafi verið að velta því fyrir ykkur sem við vorum að tala um í byrjun, sko, af hverju gerum við það sem við gerum. Mér langar til að opna gólfið kannski og gá hvort að séu einhverjar spurningar sem að brenna á ykkur, ef þið rétti bara upp höndið eða eitthvað. Ég get annars bara starta boltanum, sko. Já, ok, flott, þá bara tökum við hérna, byrjum hér. Takk ykkur fyrir, mjög áhugavert og skemmtilegt. Eitt sem þið hafði ekki farið
vera það sem við þurfum að beita. Ég heyri sem sagt svona meira gulrætur og jákvæðni og samtal og upplýsingar, en ég veit ekki mikið talað svipur svona eins og óbeitt tól sem þá þegar við vísin í stjórnvöld og svipur þeirra. Þurfum við að beita svipurinn meira? Já. Já. Því miður, það hérna free rider effect, það heyrt það. Það mjög áhugaverð pæling að sérstaklega í loftslagsmálum þegar til dæmis heilu löndin að skuldbundið sig í eitthvað og það einhver nokkur, til dæmis Bandaríkin að Trump draga þessu úr sem ákveður að vilja ekki vera með, þá fara hin löndin að hugsa bara, hann ekki free rider, af hverju ég að gera eitthvað, hann ekki að gera eitthvað. En leiðu þú komið með svipurnar, komið með lögin, þú komið með skattana eða einhverja skammir, þá gildir það sama yfir alla og þá hverfur þetta. Náttúrulega loftslagsaðgerðir byggja mjög mikið á alþjóðasamvinnu og því miður sjáum við hana kannski fara dálítið þverrandi, en það svona samstaða í Evrópusambandinu og það alltaf ógeðslega leiðilegt að segja það, en svona mesti mátturinn núna í Evrópusambandinu einhvern veginn. Þessi hringrásarlög Evróputilskipun og það þetta Green Deal verkefni í Evrópu og það verið að keyra inn hringrásarhagkerfi alveg á fullu í Evrópu. En eins og staðan þá alltaf línulega hagkerfið alltaf ódýrara heldur en hringrásarhagkerfið. Það bara mjög dýrt að kaupa sér flík hjá Báru í aftur, því það bara mjög dýrt að ráða inn starfskrafta og það alltaf ódýrara að kaupa nýja flík. Eftir að hafa hugsað þessi mál og skoðað þau og lesið þau núna í mörg ár, þá bara það bara svipan. Það bara stalínískar aðgerð held ég. Því miður og það sést, ég var að prófa núna svona mjög skemmtilegt forrit sem kemur frá MIT til að mæla og skoða hvað eru svona öflugustu loftslagsaðgerðirnar, þá bara öflugustu loftslagsaðgerðin til dæmis kolefnisskattur sem var nú settur á í síðustu ríkisstjórn sem var ríkisstjórn Viðreisnar og Bjartar framtíðar og Sjálfstæðisflokksins, já. En svo kom þessi ríkisstjórn og hún tók þennan kolefnisskatt af, en þetta skattar auðvitað, þú veist, til dæmis eins og línulega og hringrásarhagkerfið, að ef þvottavélin bilar, þá alltaf ódýrara fyrir mig að fara og kaupa nýja. Ég get ráðið viðgerðarmann og látið lagana og allt það, en það í rauninni þrísköttun. Ég þarf að borga vask, hann þarf að borga sinn tekjuskatt og hann þarf að borga sinn fyrirtækjaskatt, menn það bara einfaldur vaskur á nýrri þvottavél í Elko. Þannig að öflugustu aðgerðir til að koma hringrásarhagkerfi og bregðast við loftslagsbreytingum einmitt bara svona held ég því miður svipur og leiðindi og skattabreytingar og ég líka, þó ég hef verið að vinna með gulrótina, þá ég samt líka sammála þessu og bara lítið svona dæmi, svona nærtækt dæmi bara þegar hættu með plastpokana í búðunum og ég þurfti að fara að muna skilur þú veist, ég var búin að vera lengi að reyna að muna eftir þessum poka sem ég var alltaf með í bílnum eða eitthvað staðar skilur, en það var svo erfitt fyrir mig að muna þetta og endaði svo oft bara í plastpokanum og ég meira sér reyndi bara héti að taka ekki plastpoka og ég fann að bera dótið út í höndunum sko, en já, en það þarf stundum bara svona til þess að algjörlega kötta bara á þetta. Það er svo erfitt fyrir okkur að breyta vönum, þannig að við þurfum með mitt svipu bara. En það það samblað sko, það kerfi ávera þannig að sé ódýrara að gera við þessa þvottavél heldur en að kaupa nýja og það eru bara skattabreytingar, mjög svona bara basic skattabreytingar og kerfisbreytingar. Þannig að, veistu eins og ég segi, ég ber líka ábyrgð sem bara að reka fjölskyldu og ég verð bara að velja hagkvæmustu leiðina og hagkvæmustu leiðina á þetta að vera svo að laga þetta litla stykki sem eitthvað inn í þvottavélinni. Og ríkið getur mjög auðvitað gert það með því að til dæmis fella niður vask á viðgerðarþjónustu. En þá langar mér að teika þessa spurningu eiginlega af því að nýverið held ég að Nýja-Sjáland hafi sett ferðamannaskatt eða sé að fara að setja ferðamannaskatt hjá sér eða svona, hvað heitir það? Heitir það ekki ferðamannaskatt? Eða svona bara, já, eitthvað sem 8 ás... Kemur inn í landið. Já, þú kemur ferðast inn í gegnum eða inn í landið sem var held ég 8.000 kall og ég heyrði viðtal við Jóhannes Tódd, formann félags í ferðamannaíðnaðinum
og umræðan fór strax út í já, en mögulega þá erum við að sko fæla fólk frá, þá fækkum við ferðamönnum af því að þessi 8.000 kall bara, hann nefndi Þjóðverja að einhverju leyti af því að þeir eru alltaf að horfa í veskið, einhvern veginn, ég veit ekki, en ég ætlaði líka okkur bara ryksugu, ég ætlaði að heyra það ryksugu af Facebook, ég hugsaði þetta er kannski góð ryksuga, ég hringdi niður í fyrirtæki sem selur ryksugun og ég sagði, er þess virði að taka þessa ryksugu ef hún er eitthvað svona tæp og hún sagði, virkar batterið? Ég sagði, nei, ég held ekki, já, nei, þá kaupir þú nýja. Af því að nýja batterið sem þú þarfst að kaupa í þessa ryksugu, það kostar meira heldur en ný vél. Sem er eitthvað reynistæmi sem ég get ekki skilið að neinu leyti. Hvernig virkar sko? En ég velti bara fyrir mér, þú veist, af því við erum búin að tala um flug og við höfum þetta option að við höfum talað hérna túristaskattin eða hvað sem við köllum að ferðamannaskattin. En við setjum hann ekki á, af því það er alltaf eitthvað annað sem að, þú veist, hvar liggur, af hverju eru þessi lög ekki komin? Þau eru komin, Evrópusambandið er að setja lög svona framleiðenda ábyrgð. Já, en þú talar, við geta ekki framleitt vörur og ef þeir eru að framleiða, þau hafa markvisst framleitt vörur sem endast ekki lengi. Já, réttur til þess að gera við, já. Nei, bara, það er bara, fyrirtæki hafa markvisst framleitt raftæki til dæmis sem endast bara stutt. Þannig að þau þurfa að kaupa það aftur og nú er Evrópusambandið að setja lög til þess að koma í veg fyrir þetta og það er, veist, svona eina aðgerð sem að en ég velti bara fyrir mér sko, þú veist, eins og kolefnisskatturinn, hann er tekinn af. Þú veist, þessi hluti sem þú ert að nefna virðast vera frekar einfaldir. En hver er ástæðan fyrir því að þeir koma ekki á? Og við getum sleppt í að reyna að gera þetta eitthvað svona pólitískt, sko. Já. En erum við alltaf á leiðinni þangað? Það er kannski líka næsta spurning, þú veist, erum við alltaf á leiðinni inn í, þú veist, nýfrjálshyggju og þú veist, endum við alltaf á þeim stað? Það er líka það sem ég er að pæla. Já, þetta er bara oft flókið því þetta var gert til dæmis í Frakklandi, Emmanuel Macron setti svona kolefnisskatt á bensín og olíu og þá bara bitnaði það á tekjulægstu hópunum. Það eru hóparnir sem eiga bensínbíla, það eru ríka fólki sem á Tesla-bílana og það klæddu sig bara allir í gul vesti og fóru að mótmæla og þetta var tekjuskerðing og kjaraskerðing. Þannig að þetta er oft flókið og hérna... En þar hins vegar kom líka rétturinn til viðgerðar, skilurðu mig. Já. Sem er líka mjög áhugaverður hlutur að það þurfi að setja í lög að ég eigi rétt á því að kaupa eitthvað sem eigi að vera hægt að gera við. Það er frekar mikið klikkun. Hvaða stað erum við komin á ef það þarf að skylda fyrirtæki til þess? Þannig ég er líka einhvern veginn að velta fyrir mér, ok, við erum að leita að lausna, hvar er ábyrgðin? Þú veist, snýst þetta pólitík sem hefur áhrif á löggjafarvaldið og inn í hvaða kerfi erum við? Erum við í kerfi sem vill græða eða búa til mesta peninga? Eða, þú veist, þetta bara, er það kjarninn í þessu öllu saman? Kapitalismi, já. Mér langaði ekki til að nefna en það er gott að þú gerir það. Það er svolítið þannig. En við erum föst innan þess kerfis. Það er þessi krafa arðsemi hluthafanna, hún er mjög yfir og allt Þannig að ef við erum að leita lausna, einhvern veginn, ef við erum að bara einhvern veginn að horfa upp í skýin. Ég ætla bara að segja það. Já. Nei. Já, ég skal líka, það er svo margar spurningar, ég er búin að gleyma þetta, þetta er allt svo skemmtilegt og miklar pælingar nauðsynlegar og þakka ykkur fyrir ykkar framlag, sko. En það sem ég man ég ætla að spyrja á, það var þetta með endurvinnsluna, við erum búin að tala um hana svolítið lengi og allir eru rosalega stoltir af sér að flokka í þessa fjóra flokka, hvað það er ekki nema það, sko, ekki eins og öðru löndum sem það glerir eftir lit og svo framvegis. Og akkur er ekki áherslan frekar á að draga úr neyslu og ég meina þú veist það er ekki, þú veist og þú sé plasturinn er strax full, það er af því að það er náttúrulega allt í plasti, það er náttúrulega vandan út fyrir sig og við erum að borða sem nemur einu kreditkorti á ári eða ekki, frekar mánuði það er plasti sko sem er í vatninu og alls það í jarðveginum og fiskinum okkar, það er meira plastur en fiskur í sjónum og sko það þarf að draga úr neyslunni held ég miklu frekar en að vera sko hæpa það upp að þú kunnir að flokka, ég meina það er bara ekki flókið sko, það er bara alveg sjálfsagt mál og ég man líka sko í gamla daga 1990 því ég heyrði tala um gamla daga þegar Simpson var hér, þú kannski að segja það ég varst í það sko en sem sagt, já það bjó ég í öðru landi sem er stórt og mjög kapitalist en þar var sem sagt þurfti bara að borga
svo þegar maður kom hérna heim þá fengum maður borga fyrir að koma með glerið. Þetta mér fannst þetta eitthvað svo skakt, sko. Að þú þurft auðvitað að borga fyrir það, ef þú ert svona mikil neytandi, þá átt að borga líka fyrir það að það þurfi, þú veist, auðvitað á endurvinna og þú ert að borga fyrir það. En hérna, og þetta var bara lög í landi og hérna, eða í ríkinu, sko, þetta er ekki En það svo ég teki það að því ég var að tala þennan ferðamannaskatt og það að Þetta er svipað náttúrulega. Já. En hér var gulrótin bara endilega keyptu meira, þú veist, af einhverju sem í glerflöskum og svo bara það er fullt af þú kannski að safna og komið pening til það fyrir að draga úr því að það ekki kaupa eitthvað eftir skóp gleri eða eitthvað skilur. En voru ekki drykkjarvörur framleiðendur í sjósísmann að síku þessa færslu til og frá? Hér á landi. Já, hér. Já, ábyggilega. Já, það er hérna, ég meina það, já, það er eflaust. Það er alltaf skýringar, sko, það er yfirfræðing. Það er, já, frænteglið og eitthvað svona. Já, en hérna, þetta var ein spurning þetta með að draga úr neyslu, svo ég má bara strax í það að spyrja Áru, því ég er alltaf alveg kolrugluð í þessum útreikningum kolefnisspor Íslendinga. Ég veit ekki hvort það er einhver sem skilur það, sko. Og hérna, er flugið inn í því, eða ekki, af því að tala um landnotkunna, en flugið og sko fiskflotinn og flugið, er það inn í því ekki, af því að við förum út fyrir landhelgina og við fljúgum út úr landinu? Einmitt, það er bara ekkert skrítið að þetta sé, hérna, þú veist, það er svo margar leiðir til þess að halda þetta bókhald, sko. En það sem hann er að tala um er þá bara það sem er á beinni ábyrgð Íslands varðandi Parísarsáttmálann, sem er þá innan landamærina og flugið er í rauninu utan þess og margt annað líka sem er í svona ETS-kerfinu eða svona snýst svona þessi stórfyrirtæki og þau eru á í sínu eigin vegferð. Flugið er ekki með og ekki siglingar held ég líka heldur. Nei, en það sem ég er að tala um þegar ég tala um neysludrifna losun í rauninni þetta er framleiðsludrifin losun, þú veist flugfélögin og öll fyrirtækin og löndin og svona, það á í rauninni að vera sama og neysludrifin losun, upphæðin er svo sama en þetta er bara önnur leið til þess að gera þetta. Þannig hérna ertu að taka allt sem þú gerir, meiri segja að vera inn í þessu húsi í 5 mínútur, það er að framleiðslan á þessu húsi, tekur þú pínu lítið hlutfall, af þessu, þannig og allt sem þú borðar og þú flýgur til London og kaupir bólurinn þá fyrir ekki bókhald London, heldur fyrir á þitt persónulega bókhald. Það er það sem þú ert að gera? Það er sem ég er að gera, já. Ég veit að þú ert að gera það, en ég meina þetta opinbera bókhald sem allir eru nýtt í. Já, það er bara beinni ábyrgð og þar er landnotkunin eitthvað svona. Það er skakt að hafa þannig að þú veist eða verið eða finnst, já, ég er samanlega sko. Já. En hérna, já. En því sem að vera rétt, já, þetta ætti fókusin að vera á að minnka neysluna. Já. Og við erum mjög neyslufrek þjóð, bara ef við berum okkar saman með Norrlandaþjóðirnar og Evrópuþjóðirnar, Norður-Evrópuþjóðirnar, við erum held í öðru eða þriðja sæti yfir mestu ruslara Evrópu og það er ágætis bara mæling að skoða neysluna með því að skoða bara rusli sem kemur. Og við erum til dæmis Evrópumeistarar í raftækja úrgangi, við kaupum alveg ofboðslega mikið og notum mikið og það er nú reiknað út ef allir jarðarbúar myndi hegða sér eins og Íslendingar, þá þyrftum við 4 jarðir. Þannig að það er alveg fókus og það er alveg svona, þar komum við alveg inn á ábyrgð neytenda. Það er eitthvað svona sem að við kjósum alveg kerfið með budduna okkar, hvað við kaupum og notum og hendum. Samt eru grænust í heimi, alltaf. Já, Það einmitt. mengast ekki til heldur sko. Já. Magnús, þú kannski ert með spurningu? Já, aðeins að fara inn á þetta að minnka neyslu og kerfi sem við búum í, ef við lítum aftur bara í 2 ár, aftur í tímann, þegar COVID skall á. Og þá snar minnkaði neysla í 2 vikur og allir mistu vitið. Og það var bara hagkerfi heimsins var hrunið og olíutankar fylltust sem var eitthvað að nýta olíuna og fólk fór á hausinn og fleira. Þá var alltaf minnkaði neyslan út af COVID. En persónulega upplýði ég ekki skort á mat eða fötum eða raftækjum eða fleira. Er það að minnka neyslu, er það raunverulegt markmið, er það gerlegt eins og kerfið er í dag?
Já, ég ætla kannski að endurtaka fyrir streymi líka ef það er einhver bara er minnkuð, já, bara getum við minnkað neyslu á þess að hagkerfi heimsins hrynji? Ég ætla að orða þessa spurningu þannig, að ég meina kapitalískt kerfi snýst að þú þurfir sífellt að vera að neita og ekki neita þér neitt, heldur neita. Þetta voru hvað? Glæpum dregur úr hagkerfinu. Já. En þú veist, þið viti hvað þetta var klikkað tímabil og það mátti ekki fljúga, það mátti ekki keyra, þú veist, það var bara, allt breyttist. Samt dróst losun saman eitthvað svona 6-7% og strax aftur farin upp, þú veist, eftir það. En í rauninni ef við ætlum að ná þessum markmiðum til að halda hlýnun innan 1,5 gráðu, þá þarf cirka svona 10% ári. Þannig að það þarf COVID, ofan á COVID, ár eftir ár. Þú veist, þið skiljið hvað þetta mikil klikkun. Wow. Sko, COVID hafði engin áhrif á ruslið jókst í COVID. Það er mjög merkilegt. Það fóru allir bara heim til sín og fóru að kaupa meira og þetta jókst náttúrulega heimilisúrgangur en það fóru líka allir, það fyrir að fara til útlanda, fóru í framkvæmdir heima á þess að það bara jókst mjög mikið úrgangur á endurvinnslustöðum, þannig að en við sáum alveg svona toppa og lagðir, það var mikið svona dropp eftir bankahrunið en hámark hérna 2007, þá vorum við bara að kaupa meira og henda meira. Síðan fer línuritið hratt upp eftir bankahrun og nær hámarki 2018. En hefur svona aðeins verið að minnka eftir það. En ég held alveg, ef þú ert að spurningin, en getum við minnkað neysluna? Já, það er náttúrulega alltaf þessi endalausa krafa vöxt og hagvöxt og meiri neyslu og þetta hófst svona kringu seinni heimsstyrjöld, ég held að það hafi verið Truman sem sagði bara go out and buy, þú veist, við þurfum að smyrja hjól atvinnulífsins og bandarísk stjórnvöld beinlínis hvöttu fólk til að fara út að kaupa til þess að koma verksmiðjunum af stað aftur eftir stríðslok. Bjöggu til kreditkortið? Já, og þetta er svona best 20 árum síðar, 30 árum síðar til Íslandinga, þú veist, það er rauninni mjög litlu hent á Íslandi þangað til bara 1978, þá bara springur þetta allt í út, sko. Og En ég held líka að það sé svo erfitt að breyta vönum, þú veist, vönum okkar. Við erum alltaf með hlaðborð hérna, veisluhlaðborð og við erum vön að geta alltaf bara að borða allt sem við viljum og svo allt í einu bara, nei, herri, nú þarf þetta að fara að minnka. Það er bara hægara sagt en gert fyrir fólk að, þú veist, horfa á þetta veisluhlaðborð og ekki, skilurðu, hérna, fara í það eins og þú ert vön að gera. Ég las nú bara bók fyrir 1-2 árum síðan sem var sko, bara áhrif vana. Ég meina, það er sumir sem vita að þau séu að deyja og þeir get ekki breytt vönum sínum. Þú veist, þannig að, þú veist, þetta er rosa erfitt fyrir okkur og ég hef ekki trú á því að það, þú veist, að við þessi ábyrgu neytendur, að við getum ætlast til þess að allir fari að minnka neysluna sína. Það held ég sé svona of bjartsýn, þó að, þú veist, það væri náttúrulega óskandi, en ég held að það sé bara ýmsar aðra aðgerðir sem að þurfa frekar að fara í gang, sko. Sameinað svipuna og svo ég bara komi aftur að flugskattinum, að ástæðan fyrir því að við myndum ekki setja hann á hér væri að það myndum bara miklu færri fljúga. Og það sem ég hugsaði var bara, já, en er það ekki tilgangurinn? Eða þú veist, ég meina, við getum ekki á sama tíma verið að reyna að minnka neysluna en ekki vilja neina hluti sem minnka neysluna. Þannig að mér líður stundum eins og við séum föst á milli einhverja tveggja kerfa sem að krefjast einhvers af okkur. Einhvern veginn. Og þess vegna ég að velta fyrir mig, sko, þú veist, þessi lög sem við þurfum að setja, þú veist, til þess að láta fólk taka ábyrgð á plastnotkun sinni, þá þurftum við að neyða þau í að flokka. Ég er bara að reyna að komast að niðurstöðu hvernig við getum breytt einhverju. Ég veit ekki hvort það komist einhvern tímann einhver niðurstöðu í það. En, þú veist, er það sem sagt lausnin sem við ætlum að finna hérna í dag á þessu öllu saman, til þess að við verðum ábyrgari neytendur. Af því ég held að það er alltaf mjög áhugavert að ég ger ekki ráð fyrir því að hér inni sé eitthvað mikið af fólki sem sé bara að henda plasti í pappagáminn og mat í þú veist, eitthvað, veit hvað við. Ég held að við séum nokkuð veginn líklegast flesta flokkar sem að þokkalega
hvort sem við fljúum mikið eða ekki eða hvernig sem það en ég velti bara fyrir mér hvernig nálgast ég fúlakallinn í blokkinni? Já. Hvernig kenni ég Má að kannski þarf hann að busta sér tennur? Setja það lög á. Já. Við erum náttúrulega, til þess að funda ábyrgð neytanda, svo við erum náttúrulega að tala loftslagsbreytingar og hver ábyrgð neytanda sem það, sko. Og sko maðurinn sem dýrategund, bara Homo sapiens, mjög góð í að breytast. Það aðlögunarhæfni og hæfni þessara dýrategunda til að breyta sem að gera það að verkum að hún lagði undir sig jörðina. Maðurinn var bara svona klaufalegur api í Afríku sem byrjaði að labba stað en allt í einu getur hann sko gjörbreytt sér. Veiðiaðferðum, lifnaðarháttum sínum og allt í einu getur þessi dýrategund sko búið í frumskógi, þessi dýrategund getur búið í stórborg, í Afríku, Suður-Ameríku, þessi dýrategund getur jafnvel búið á tunglinu. Hún alveg ótrúlega aðlögunarhæfni, hún í grunninn alveg rosalega góð í að breytast. Og náttúrulega loftslagsbreytingar krefjast mjög svona róttækra breytingar mjög hratt og jú, það alveg að búa til einhverja rosalega flotta kolefnisforgun og við getum farið að þróa einhverja kjarnakljúfun og nýja orkutækni en grundvallar þátturinn og grundvallar breytingin bara í hausnum okkur, hvernig við hegðum okkur og fúlikallinn þarf að fatta það og fúlikallinn yfirleitt svona gamall kall, það að koma yngri kynslóð sem að Hún aðeins öðruvísi fúlikall. Já, og fúlikallinn það bara líka þarf að fara að passa sig, sko, því að unga kynslóðin bara grimm og dómhörð, við sáum það bara í MeToo að það var bara miskunnarleysi gagnvart gömlum fúlum köllum sem að hegðuðu sér illa og ég held að við höfum líka eftir að sjá bara svona miskunnarleysi, kannski einhverju svona tímabili sem getur bara verið svona green too, þegar við sjáum grænþvott og ábyrgðarleysi, við erum að stúta framtíðinni fyrir börnunum okkar. Þannig að fólk sem sýnir ábyrgðarleysi og hugsunarleysi, ég held að það verði dæmt. Bara sagan að fylgjast með okkur. Það komið vísbendingum hvað við getum ekki breyst. Ef að allir rétt upp hönd sem eru með svona varanlega tösku í veskinu sínu eða í bílnum sínum eða í bakpokanum, það allir rétt upp hönd, það ekki allir með svoleið svona. Varanlega Tösku til þess að fara endurnýtanlega tösku. Já, poka, já. Já, hversu margir voru það fyrir 5 árum? Engin. En það var út á við getum það, en það var líka löggjöfin sem að gerði það verkum að við urðum að breyta, já, þannig að það þarf ekkert inn að fara saman. En nú finnst okkur þetta ekkert mál. Nei. Mér finnst þetta sko reykingar sterkasta dæmi, því það náttúrulega líka addiction sko sem bara, það erfitt fyrir þá sem eru háðir fíkniefnum, en okkur tókst það sko fyrir einhverjum árum eða allir reykingar. En mér finnst þetta með fjölnóttapoka og einnótta plastpokana svolítið gott dæmi hversu styrkt Íslands samfélag getur verið. Þetta mjög svona lítið þjóðfélag og á að vera svona í grunninn svona vertíðarmenning, við erum fljóta að bregðast við, en það tók held ég 8-10 ár, það náttúrulega sjálfsögðu Evrópulög, að innleiða þetta og það þurfti að ræða þetta og þetta tók marga hringinn á þinginu. Ég bjó í Frakklandi á sama tíma, þetta tók 1 ár, 64 milljón manna samfélag bara komið lögin og þau voru bara keyrð í gegn. Hérna á Íslandi tók þetta 8 ár. Og mér finnst þetta stundur svo skrítið með Íslandi hvað við þurfum að þrasa mikið áður en við bara kýlum á það. Og við vorum alltaf ekki mjög lengi með plastband, við munum alltaf eftir innkaupabókunum. Við munum líka eftir að stóða þeim 20 krónur af þessum plastbókanum undir landbundar. Þú getur hann með stengur þessum. En haldið þetta sé að því að við höldum að við séum ennþá svo hrein. Við erum svo hrein. Við erum svo hreint land, við erum svo hreinan rekstur og við erum svo hreint og en síðan bara kemur í ljós eins og þú sagðir áðan, við kannski hegðum okkur ennþá eins og við megum við. Já, sko, þó við séum dýrategund sem séum mjög góð að breytast, þá bara rosalega erfitt að breytast þegar þú hefur það rosalega gott. Við búum á Íslandi 2024, það aldrei neinstaðar nokkuð tíma verið betri að búa hér, þetta óðbóðslega lífsgæði sem búum við og það rosalega erfitt fyrir ég náttúrulega svona kall sem alltaf að segja öðrum hvað þeir að gera þegar ég segi bara þú ert að ferðast minna, þú ert að selja hinn bíliðinn, þú veist, og kaupa þér minni fett, það erfitt, þú hefur það gott, allar rannsóknir sýna það að fara
það er mjög auðvelt að breyta bara neyðin kennir náttúrukunnar spinn og allt það þegar það eru erfiðleikar en þegar allt gott þá erum við öll íhaldssöm. Man bara heldur í það sem gott, það líka í eðli okkar. Ég held að sé líka erfitt í þessu hagkerfi, við höfum að tala það og alltaf við þurfum hagvöxt til þess að halda uppi kerfin okkar og á meðan það alls staðar í kringum okkur að vera að segja okkur að kaupa. Við getum ekki sett á hann skatt út af því að ferðamanna iðnaðurinn á Íslandi heldur kannski uppi hagkerfin okkar. Hvernig eigum við þá sem manneskjur að navigera í þessu kerfi? Þannig ég held að það sé alveg rosalega stór partur. Við getum talað ábyrgð okkar alveg rosalega lengi og auðvitað rosalega einfalt þegar við erum bara að skipta úr einhverju einu yfir í eitthvað annað. En þegar fórnarkostnaðurinn að sleppa einhverju, þá erum við að tala um eitthvað annað. Það að flokka, það að kaupa sér betri föt og allt þetta sem við erum búin að tala um í dag, það heldur ekki nóg, skiljið. Það þarf svo stóra kerfisbreytingu ofan á allt það sem við erum að reyna að gera hér í dag, og við erum fólki sem að gera það rétt, skilur. Og það rosalega tregða við kerfisbreytingar, þetta kallað gullhúðun og Evróputilskipun frá Brussel. En ég held að hringrásarhagkerfið er náttúrulega mjög öflugur loftslagshagkerfi. Þetta er náttúrulega rosalega góð leið bara líka, við erum að leka krónurnar út úr hagkerfinu því að við bara erum að henda auðum, þetta er ekki góð business. En ég held að hringrásarhagkerfið sé líka bara miklu skemmtilegra og hollara og betra samfélag. Það er miklu skemmtilegra að eiga svona borð sem að amma átti heldur en að kaupa nýtt borð í IKEA. Það er rosalega gaman að pússa þetta upp, gamalt borð, laga gamla flík. Þetta er miklu skemmtilega, það er meiri sál í þessu. Og til dæmis að þú veist að tala um ferðamannaskattinn. Ég fór til Costa Rica, það eru ofboðslega stíf reglugerð og lög og mjög svona markviss umhverfisstefna. Öll hótel eru til dæmis ekki mælt í stjórnum heldur lögblöðum. Og það eru ofboðslega ströng lög hegðun ferðamanna og vistspor ferðamanna. Og það var bara svolítið svona dýrar. Ég borgaði svona ferðamanna, en mér leið bara ofboðslega vel að það. Mér var rosalega gaman og þetta er eitt vinsælasta ferðamannalandi í heimi. Þannig að þetta þú veist, þessi tugga einhver álög og skatta og bla bla bla, þetta eyðileggja allt og skemma allt og draga allt, þetta er bara rangt. Já, við erum, já. Okkur hefur tekist að breyta og við gleymum því stundum, við höfum að tala aðgerðir alþjóðlegar. Það var einu sinni Ocean Line okkar. Það voru sett alþjóðlegar og við lokuðum því. Það er hægt. Og ég held að hringrásarhagkerfi sé einhvers konar annað kerfi sem býr til sama hagvöxt og kerfi sem við erum í. Þannig að það þarf bara að taka ákvörðun það að við erum að stefna inn í annað hagkerfi. En hægt að tala um það of mikið og þá þarf ég að missa allt sem ég hef. Og það er einhver land sem er búin að taka þessu ákvörðun, það var Kína. Þeir segja bara, það er bara eitt hagkerfi sem kemur til greina fyrir 1,4 milljarða manna og það er greint hagkerfi. Annars er þetta búið. Og það er bara búin að taka ákvörðun, það er verið að baka, við skulum vona að gangi til það er fyrir alla nösum. Þannig að þetta er hægt. Það er ekki gera Já, ef það eru fleiri spurningar þá með þær koma, annars fannst mér þetta frekar góð lokaorð að minnsta kosti svona enda þetta á að þetta er hægt. Nei, við þurfum ekki að finna upp hjólið, þetta er bara nákvæmlega sama rauninni hagkerfi og afar okkur ömmu byggu við, sko. Þetta er bara, þetta er ekki, við þurfum bara aðeins að læra af öfum okkur ömmum, veist, af og amma áttu til dæmis bara alltaf eina þvottavél, hún var bara alltaf löguð og já, að vísu. Ég er búinn að eiga svona 6 þvottavélar. Ég held klukkan árið 7, fólk kannski bara byrja að vilja fá sér kvöldmat. Ég vil bara þakka ykkur fyrir góðan og geggjaðan fund, takk fyrir frábæra spurningar og umræðu. Við vorum kannski ekki að fara að leysa neyslu og sjálfbærni neytenda á þessum 1,5 tíma, en ég held að við höfum komist nálægt einhverju. Það er næsti fundur. Já, það er annar fundur eftir viku, það er bara fínt að minnast á hann. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir komuna og fyrir að tala við okkur og ykkur öllum líka. Þetta er hægt, við skulum bara muna það og halda áfram að vera ábyrgir neytendur. Takk!